Mikil umræða varð kvótafrumvarpsdrög hagsmunanefndar sjávarútvegsins. Meginbreytingarnar sem í þeim felast eru þær að sóknarmarki verið fellt niður og að ný kvótalög sem taka í gildi áramótin verið til langs tíma. Helstu hagsmunasamtök í sjávarútvegi, svo sem Fiskiþing og aðalfundur Landssambands íslenskra útvegsmanna, samþykktu drögin breytingalítið. Formannafundur Sjómannasambandsins samþykkti drögin í meginatriðum, en Farmanna- og Fiskimannasambandi tók ekki afstöðu, en lýsti yfir óánægju með að kvóti gengi kaupum og sölum. Þá eru margir háskólamenn á móti því að kvóti væri afhentur útvegsmönnum ókeypis. Sjávarútvegsráðherra tilkynnti að þorskkvótinn yrði skertur 3. árið í röð. Á næsta ári munu aflaheimildir við það miðaðar að heildarþorskaflinn verði nálægt 300.000 lestum. Auk þess var grálúðukvóti skertur 15.000 tonn, en á hinn bóginn var áætlað að veiðar að karfa og ufsa ykjust en ýsuafli yrði sem næst óbreyttur.